Við erum komin til hans Stefáns í Villa Mía hér á Garðatorgi. Sæll Stefán. Sælblessuð. Takk fyrir að fá okkur í heimsókn í nýja glæsilega búð. Já, takk fyrir að koma. Herru, þið voruð í Ármúlanum, eða ekki? Jú, Og við byrjuðum 2014 í Ármúlanum já, og höfum verið þar. Tókum svo ákvörðun núna í byrjun árs að færa okkur til eða opna svolítið annað konsept núna með það sem við stílum meirinn á heimilin og tókum þá ákvörðun að koma á Garðatorgi sem er í mikilli uppbyggingu og mikið að gerast og langa að taka þátt í því. Garðatorg hefur verið í smá dvala en nú er bara allt að gerast. En segðu mér aðeins frá fyrirtækinu sjálfu. Nú erum við í glæsilegri nýrri verslun sem er aðeins minni heldur en var í Ármúlanum. En hvers konar fyrirtæki er Villa Mía? Húsgagna fyrirtæki fyrst og fremst, við, eins og ég sagði áðan, þá byrjuðum við 2014 og það var ákveðin stóll sem við þekktum, við hjónin og fjölskyldunum hefur búið erlendis í 15 ár og verið miklu flakki og kynnst ýmsu. En það var einn stóll sem heillaði okkur mjög og við kynntumst út í Belgíu og við komum heim 2014 og fórum að hugsa hvað ættum að gera að okkur. Og tékkuðum þá í framhaldi að þessum framleiðanda á Ítalíu og þeir tóku svona vel í þetta þannig að 3 eða 4 mánuðum seinna vorum við búin að opna í Ármúlanum. Þetta gerist mjög hratt. Já. Síðan hefur þetta undið upp á sig. Við erum að fókusera mikið á og höfum verið fyrstu 2 árin á fyrirtækjamarkað og þessi framleiðandi er að framleiða fyrst og fremst á þann markað. En við urðum alveg vör við fyrirspurnum og á prívatmarkaðinn eða heimilinn. Og með opnun þessara búðar erum við að rauninni svona hálfpartinn að opna nýtt konsept með það sem við stílum meirinn á heimilinn. Já. Bæta við okkur 3 nýjum ítölskum byrgjum á húsgögnum og mikið af smáuru. Já. Og tengjum þessa verslun á Garðatorginu meira á heimilinn en erum auk þess náttúrulega áfram að fókusera á fyrirtækjamarkaðinn og það. Já. Ég tók eftir þegar ég labbaði inn í verslunina að mér langar svolítið bara að taka upp veskið og kaupa allt. Hún er mjög falleg smávaran sem þið er að bjóða upp á og koddarnir og púðarnir og sófarnir mjög girnilegir. Þannig að já, það er náttúrulega þá er að vissu leyti okkar takmarki náð. Það er að vekja hrifningu hjá viðskiptavinnum þegar hann labbar inn í verslunina og nú er ekki alltaf auðvelt að velja inn í sýningarsal nú erum við með takmarkaplás og það er ótal fleiri möguleikar í boði en það sem sést í þessu rými. Þannig að við þurfum stundum að reyna að velja svona það sem við teljum að hendi sem flestum til að sýna möguleikana. og hitt í mark. Já. En síðan er með alla þessa vöru, húsgögnin, að það er hægt að útfæra hana á rosalega marga vegu. Það eru efni, stærðir, það er hægt að sérsníða þessi húsgögn meira og minna alveg eftir sínu höfði þannig að þetta passi inn á þitt heimili. Já. Og það er svolítið mikilvægt, finnst okkur. Og þar að leiðandi mikið megnið af okkar vöru er sérpöntun. Já. Hvað tekur það langan tíma að fá pöntunina sína afgreidda ef maður kemur? Það er okkar aðalbyrgir er með alveg ótrúlega góðan afgreiðslufrest. Þeir eru ekki með nema 2 til 3 vikur í framleiðslu. Þannig að við erum að áætla 6 vikur komna til landsins. Við áætlum yfirleitt 2 vikur í flutning, þar sem þessi keyrt frá Ítalíu upp til Hollands og svo í skip. Þannig að góð þjónusta og þú sníðir húsgögn að þínum þörfum og svo nokkra vikur að bíða. Já, það þarf aðeins að ég veit það er erfitt og ég þekki það bara sjálfur að þegar maður sér eitthvað fallegan hluta þá langar mann helst að labba með hann heim. Já, það er bara þannig. En eins og ég segi, það er líka ótrúlega skemmtilegt að geta púslað sínum svona uník hlut saman og verið með þannig hlutin á heimilinu. Það er eins og í öllum þessum útfærslum eins og til dæmis Uni og Unika stólarnir sem hafa verið að slá í gegn. Það er svona alveg hægt að segja það á síðustu 2 árum. Að þeir líka til dæmis komið ótrúlega mörgum litum,
þú getur fengið viðarlappir, stállappir, í rauninni sko eru 10 mismunandi lappir undir únistólan og með mismunandi litum, þannig að þar að leiðandi eru kannski ekki allir með alveg einn stól heima þess sem líka skemmtilegt. Það mjög sjarmerandi. Maður vill ekki vera alveg eins og hinir, sko. Nei, það við teljum það vera kost. Herri Stefán, takk fyrir að fá okkur í heimsókn og ég ætla að kíkja aðeins meira hérna í búðinni hjá þér. Bara takk innilega.